Velkomin í Rauðan raunveruleika. Í dag erum við með mjög spennandi gest sem að koma til okkar frá Ítalíu og hann hefur unnið lengi fyrir fjölmiðil í Ítalíu, vinstri fjölmiðil sem heitir Radio Radicale, sem hefur verið starfandi alveg frá miðjan 8. áratug í Ítalíu og haft víðtæk áhrif þar og kannski svona má bera aðeins saman við samstöðuna, það svona kannski ýmislegt sem er sambærilegt þó að við sem að fara af stað mikið seinna. En unnusta Stefano hérna með okkur, Estrid Þorvaldsdóttir sem hefur verið, eða Þorvaldsson Þorvaldsdóttir fyrirgeðu. Þú hefur verið nú með nokkra þætti hérna hjá okkur, með Grimmi og Snar. Já. Takk fyrir það. Og nú ætlar að þýða fyrir okkur Stefano Chiarelli. Okay. Welcome, thank you for coming. Ég mjög spenntur að tala. Við munum gera þetta þannig að ég spyr á íslensku og Estrid þýðir fyrir okkur yfir á ítölsku og Stefano svarar á ítölsku. Mér langaði að byrja að spyrja þig Stefano stöðuna á Ítalíu núna. Þið eru með forsætisráðherrann Meloni og við sjáum hvað er að gerast í Frakklandi núna að það virðist vera að mjög hægrisinnaður neofasískur segja margir flokkur virðist bara vera að fara að taka völd. Er hættan mikil af Meloni og ysta hægrinu í Ítalíu í dag? Com'è la situazione in Italia se parliamo di Meloni e la cosa destra si fa comparazione della cosa in Francia? Cioè, è pericoloso per l'Italia? Per alcune classi sociali sì, per gli immigrati, per i tossicodipendenti, per le persone emarginate sì, è pericoloso. Já, fyrir ákveðna, fyrir ákveðna staði í samfélaginu, þeir sem eru með fíknivanda, fyrir innflytjendur, fyrir þá sem eru á þeim stað í stéttaskiptingunni, að þá það, já, mjög slæmt. Però la cosa molto particolare è che sono le persone povere che votano la Meloni. En það sem skrítið það fátækt fólk sem kýs Meloni. Einmitt. Þetta ótrúlegt, við sjáum þetta oft og kannski svipa núna í Frakklandi. Qualcosa simile che succede in Francia? Assolutamente. È molto populista, è molto... Alltaf sorglegt að sjá slíkt. Nú, þjóðfylkingin í Frakklandi vill bara skerða réttindi einmitt svona innflytjenda eða fólk sem með tvöfaldan ríkisborgararétt. Þetta svona hryllilega ofbeldi sem þau eru að boða, það beinist alltaf oftast gegn einhvers konar minnihlutahópum eða fólki sem stendur aðeins veikar í samfélaginu. La direzione in Francia vede che non vogliono pensare a quelli che hanno socialmente difficoltà, quindi si lo vede molto chiaro in Francia. Sì, ma in Italia loro giocano molto sul fatto che le persone povere non hanno i diritti, ma in realtà nelle carceri italiane c'è un problema enorme di persone che sono in carcere per piccoli reati. Sem sagt, á Ítalíu þessu stóra vandamáli það að þessir flokkar eru að fá þessa hópa til þess að trúa því að þeir hafa ekki mikil réttindi og það sem að þau eru að berjast gegn það að sérstaklega fólk sem í fangelsi kannski fangelsi fyrir mjög lítið brot en þeir þekki ekki og kunna ekki, hafa ekki upplýsingar sín réttindi og það sem svona alvarleikinn í þessu. Verið að setja fólk inn í fangelsi, maður veit að þetta svona svolítið í Bandaríkjunum og þá búið að einkavæða fangelsiskerfin og stór fyrirtæki eru að láta fanga vinna fyrir sig gjarnan og í raun eru þau bara að losa sig undan svona þessum bagga eða að þurfa að kosta út velferðarþjónustu fyrir fólk að kapitalismin græðir bara meira á því að fá fólk tróða þeim inn í fangelsinu og láta þau vinna. Allora è una tragedia di mettere tutti quelli in carcere per non pagare le cose sociali, è una tragedia di... Secondo me è una mancanza di professionalità, è più un'immagine che devono dare di morale cattolica, di la chiesa, la famiglia. Þetta eru eimir ennþá mikið meira af fortíðinni og hver segur og þetta mjög mikið eimir af kaþólsku kirkjunni og þessari fáfræði eða svona sem... Það kannski ekki eins mikið eins og í Bandaríkjunum sem þetta farið að snúast bara peninga og hagsmunaaðila sem að græða þetta meira eitthvað svona móralst siðferðislegt á algjörum villagötum. En Radio Radicale, það var byrjað þarna á 7. áratugnum 1974, ef það er rétt, getur þú sagt okkur aðeins svona, hver var staðan í Ítalíu og hvernig þetta kom til? Potresti raccontare 1974 cosa succede in Italia e perché è uscito fuori questo canale?
Perché negli anni 70 in Italia c'era la protesta di piazza, c'erano gli studenti in piazza, ti ricordi? C'erano gli studenti in piazza e quindi serviva una voce libera, era chiamata una radio libera. Ok, sem sagt, á 7. áratugnum í Ítalíu þá sem sagt, háskólastúdentar mjög mikið með uppreisn vegna þess að þeir komast að því að það var ekki sem sagt, lýðræði hvað varðan tjáningu að mega tjá sig frjáls, þannig að stúdentar fara út á götu og eru að mótmæla því einfaldlega það er ekki tjáningafrælsi. E soprattutto a Roma c'erano molti incidenti con la polizia, quindi molti scontri tra manifestanti e polizia. Og það byrjar þannig að háskólastúdentar sem eru að berjast einfaldlega fyrir tjáningafrelsi að lögreglan fer ofsalega hörkulega og með miklu ofbeldi gegn þessum stúdendum. E Radio Radicale inizia insieme a Radio Onda Rossa, Radio Città Futura, ad altre radio libere a mandare le telefonate degli studenti in piazza per poter dire dove andare, c'è la polizia, non c'è la polizia. Og þetta útvarp ásamt 2 öðrum svona frjálsum útastöðum byrja á því að veita upplýsingar til stúdenta sem eru einfaldlega berjast fyrir réttindum sínum og þeir veita þeim útvarpsupplýsingar hvar lögreglan staðsetur sig og þannig byrjar þetta. E quindi si incomincia a uscire dall'informazione di regime e diventa un'informazione libera. Og þá sem sagt, verður þetta sem sagt, á þess að vera ritskoðar upplýsingar, þá verður þetta sem sagt, upplýsingar til almúgans, þannig byrjar þetta. Byrjar sem svona upplýsingaþjónusta bara, upplýsingagjöf til mótmælenda. Come tipo un servizio. Assolutamente. Cioè adesso lo fanno con WhatsApp, con Facebook, con Instagram, ma prima non... Þetta eins og okkar nútíma hver var með sitt vídeo en þetta voru bara grunn upplýsingar bara til þess að bjarga mannslífum, bara ekki fara þangað og... Það kannski tekið svolítið svona sem sjálfgefnu tjáningafrelsi og þessi svona grunnborgarréttindi sem við teljum okkur alltaf eiga rétt á en það var alls ekki svo í alveg víðsvegar Evrópu, í Portugal og Spátn og Ítalía. Lui dice che si dimentico che ovviamente non era la libertà della parola come si chiama? Dell'informazione. Dell'informazione. Quindi si dimentica quanto era... Ma ancora oggi non c'è libertà di informazione in Italia. En það ennþá tjáningafrelsi og líka frelsi varðandi upplýsingar enn þann í dag ekki alveg. Cioè in Italia c'è una televisione, una radio di Stato che è gestita dai partiti del governo. En það ekkert í dag, þetta allt ritskoðað og það eru aðal stjórnmálaflokkarnir sem stjórna sjónvarsstöðunum. È gestita dai partiti perché quindi c'è una spartizione, no? Og þannig verður að þessi klopningur að því að fólk fær ekki þá fræðslu þetta allt ritskoðað af. Il Radio Radicale ha lo slogan conoscere per deliberare. Hvað sem slogan það slagorð svona. Slagorðið þú verður að þekkja til þess að vera frjáls eða þú verður að læra til að vera frjáls fá upplýsingar. E questa è stata la cosa geniale di Marco Pannella che è stato il fondatore del Partito Radicale. Og Marco Pannella, það sem var gaman að fræðast þetta hans grunnmarkmið með því að stofna þessa stöð að fræðum til að frelsa. Þetta einmitt, maður getur ekki annað verið einmitt þegar maður horfir á, þú veist, verkafólk eða fólk sem meira að segja í fátækt eða working poor þó það sé að vinna samt fátækt, líður mikinn skort og þeim tekst einhvern veginn, svona hægri öflunum, auðvaldsöflunum, að afvegalega fólk og fá þetta til að styðja sig í einhverju bulli. Tipo quando ci sono quelli lavorano e quelli che sono poveri, a un certo punto è strano come alla fine votano per quelli a destra. Ma questo succede adesso però. Þetta gerist enn þann dag í dag. Perché prima votavano il Partito Comunista, prima c'era Berlinguer, che era il capo è stato uno dei grandi... Quando 70? Sì, perché lui è morto, mi sembra, nell'80. Hann að segja að það orðin ákveðin hnignun það fara tilbaka í dag, en kringum svona 8. áratuginn það var fólk mjög svona, nú verði að sletta ensku, provokatíft og var að kjósa miklu meira til vinstri og meira í kommunisma, en það komið aftur. Cioè la cosa strana è che adesso
il Partito Democratico, che non è comunista ma è, diciamo, il partito di sinistra, prende più voti ai Parioli che il quartiere di Roma eins og più ricco. demokratar og þeir sem eru aðeins meira til vinstri, þeir fá sín atkvæði frá ríkafólkinu í fínu hverfunum. Já. Þannig að þetta er svona, fer eitthvað einu ringi. Skrítið, við erum að frekar skrítum stað. Siamo in un posto strano. Non c'è logica, non c'è logica. Það er engin lógik. Io sono nato in un quartiere comunista povero e adesso sono tutti fascisti lì. Ég fættur í hverfi sem fátakra hverfi, kommunista hverfi, en í dag þetta fasista hverfi. Vá. Á bara 2 áratugum eða svo. Quanti anni è cambiato così questo quartiere? Ma in 50 anni. Já, á 50 árum, síðustu 50 árin er þetta búið. Berlusconi ha confuso molto le idee. Og út af Berlusconi þá er fólk ofslega ringlað með hvaða vitt og stefnu. Og Berlusconi, hann var forsætisráðherra í Ítalíu og var hann ekki með þekktur svolítið fyrir að vera með rosalega ítök í sjóvarstöðunum og þannig. Berlusconi è molto conosciuto anche per avere tanto potere nell'informazione. Ma infatti il problema è stato quello che a un certo punto l'informazione non era più libera, ma è stata kanalizzata. Það þar sem vandinn liggur vegna þess að allar upplýsingar sem voru gegnum sjónastöðar voru sem sagt stjórnað af honum og hans stjórn. Radio Radicale è l'unica radio, e adesso anche web con il video, che manda integralmente, senza censure, sinistra e destra. Sem sagt, Radio Radicale er núna í dag eina starfandi útvarpsstöðin sem sagt útvarpar og núna náttúrulega gegnum netið og með vídeo líka upplýsingum sem er alls ekki búið að filtra, en sem sagt það er ekki búið að breyta neinu, það er bara eins hrátt og það kemur af kunni. Bara að tala tæpið tungulaust. Já. Það er fræg grein frá Albert Einstein sem var sósíalisti og hann skrifaði af hverju sósíalismi í Monthly Review, ég held að það hefur 1948. En þá tók hann fram þetta fjölmiðlana og upplýsingarnar að í svona auðvald samfélagi sem við búum í, þar sem að auðstéttin er rosalega öflug og á fjölmiðlana, á mikið til kannski skólakerfinu eins og þessum staðar og stjórnar öllum svona helstu upplýsingaveitum að... Ég ætla að fá að stoppa þessu og ég kommer tipo Einstein ha scritto un articolo che sempre quelli che hanno tutti i soldi, quelli che sono ricchi hanno il potere e quello loro che mandano l'informazione. Þá nánast ómögulegt fyrir alþýðuna eða fyrir almenning að finna réttar og viðeigandi upplýsingar sem varðar þeirra hagsmuni og þannig taka meðvitað og upplýsta ákvörðun sína pólitísku iðkun eða hvert að kýsa eða hvaða stiður. Quando è così, normalmente quando è molto a destra i popoli, quelli normali, hanno più difficoltà a sentire se stesso, ascoltare e trovare le decisioni per ognuno. Anche perché Berlusconi ha dato un modello di ricchezza, l'italiano medio voleva essere come Berlusconi. Berlusconi bjóð til svona ímynd að allt væri svo flott og ríkt og bjóða til þannig að miðjan eða meðal, hvað segir maður, millistéttin langaði að líta svona út og vera eins og ríka fína fólkið. Svona, já. Bjóð til svona ímynd sem að fólk vildi. Og þetta var rosa svona eins og svona celebrity þættir að allir rosa fínir og flottir lui faceva dei programmi tutti ben vestiti. Ma guarda, è successa una cosa che a un certo punto è uscito perché lui aveva una casa in Sardegna dove aveva comprato per pochi soldi il terreno e c'è una foto credo con Orban, non so se Putin o Orban, con i soldati, con i mitra e con tutte ragazze molto giovani, mezze nude. Hann bjóð til svona þessa ímynd af sér að það er mynd að hann keypti upp í Sardinju heilu löndin og það er talin vera mynd af honum með Putin þar sem þeir eru með fullt af og Orban þar sem þeir eru með fullt af rifflum og svo eru þeir með svona léttklæddar skvísur allt í kring og þetta var ímynd sem þeir vildu gefa. E gli italiani invece di arrabbiarsi hanno detto wow. Og almúin í staðin fyrir að reiðast þeim fannst hann flottur. Já. Þetta minnir kannski smá á Donald Trump með Apprentice þáttinn sinn og svona. Já. È il modello di adesso, il modello hann bjóð til þessa ímynd og í dag heldur fólk að þetta sé lífið að vera með margar fáklæddar skvísur og vera með einhver völd og byssur.
og við erum að sjá svipaða hluti gerast núna í Frakklandi að það verið að afvegalega fólk, verið að tala að hælisleitendur og svo framvegis séu rosalega slægjandi og séu sko að ræna af verkafólki innan lands. È un po' lo stessa cosa che succede in Francia, che tutti gli immigrati sono il grande problema e poi i lavoratori non possono avere le informazioni giuste, che stanno facendo tipo cambiano la strada. Però per esempio in Italia gli immigrati, adesso è morto Satnam Singh, un immigrato perché il suo padrone ha avuto un incidente al braccio e il padrone l'ha lasciato morire. Ok, eins og staðan núna, það líka mjög slæmt ástandið á Ítalíu vegna þess að það var innflytjandi sem var að vinna, verkamæravinnu og hann slasast í handlegg og yfirmaðurinn hans drepur hann, þetta gerast núna, að því hann vill ekki borga trygginguna, vill ekki borga veikindaleyfi. E questo immigrato guadagnava 5 euro, 4 euro l'ora, quindi sono 70 corone l'ora. 700 corone l'ora. Þessi maður, hún var borgað 700 íslenska krónur á klukkustund og yfirmann fannst að vera svo mikil byrði og þetta gerast núna á Ítalíu. Il suo capo aveva già, non so, 5, 6, 7 denunce per... Og yfirmaðurinn þessi hafði þegar fyrir 6 eða 7 kærur fyrir það að vera með óleglega vinnustarfsemi, þá að tala byggingavinnu. Þetta eitt mjög merkilegt og mikilvægt að skilja með kapitalisman, held ég, að þú ert með hælisleitendur sem eru svo margir, en svo ertu með mikið af innflytjendum og auðstéttin vill innflytjendur, hún vill fá inn fólk sem hún getur betur arðrænt og sem þekkir minna sín réttindi. Allora nel capitalismo c'è quelli che sono immigrati e poi ci sono quelli rifugiati. Poi dicono che quelli ricchi vogliono avere immigrati per avere il conto. Certo, anche per avere, perché gli italiani non farebbero mai un lavoro del genere. Því að þú veist, eins og í dag Ítalinn sjálfur myndi aldrei vilja fara í þessa verkamannavinnu sem þeir eru að bjóða innflytjendur. Nú ég aðeins að rugla saman innflytjendur og hælisleitendur, bótafólk, þetta aðgreint. Auðvitað, ég bara... Però la situazione italiana e francese è diversa perché la Francia aveva le colonie, gli italiani avevano solo l'Etiopia e quindi noi non abbiamo immigrati da tante generazioni. Já, það náttúrulega munurinn þá að frakkar þeir eiga hvað heitir áttur? Lönd út allan heim? Vá. Svona nýlendur. Þeir eru náttúrulega nýlenduherrar. Á meðan að Ítalir voru með Eþjópi fyrir löngu síðan, þannig að þeir frakkar eru með miklu meiri hælisleitendur og innflytjendur í miklu fleiri kynslóðir heldur en Ítalir. Infatti molti immigrati, perché noi abbiamo l'Italia vicino all'Africa. En Ítalía svo nálagt Afríku. E quindi molti immigrati passano per l'Italia per andare in Francia, in Germania, in Inghilterra. Þannig að það er svo margir hælisleitendur sem fari gegnum Ítalíu áður en þeir fara til Frakklands eða Þýskalands. Og ekki sumir að gaggrina einmitt Meloni af því að fyrir kosningar og í kosningabaráttunni þá talaði hann eiginlega mun harðar og afdrættalausarar að hún ætlaði bara að loka landamærunum og svona. En svo kom hún að einhverju samkomulagi við Evrópusambandið einmitt að þau eru mikilvægur hlekkur í þessari keðju og í raun eru þau bara að taka áfram á móti jafnmörgum og áður. Com'è la situazione? Lei era stata criticata che lei voleva chiudere tutto e poi adesso vede che passano in Italia tutti come... Ma la situazione è come gli ospedali, le carceri, le scuole, cioè in Italia vengono spesi i soldi per le armi, vengono spesi i soldi per le medicine, per il vaccino al Covid, vengono spesi i soldi e poi non vengono spesi i soldi per il welfare, quindi lei adesso si è inventata dei centri di accoglienza in Albania. Accoglienza di che? Degli immigrati. Okay. Já, þetta samt þetta típiska vandamál að peningar eru ekki setti í spítala, ekki setti í leikskóla, þeir eru setti í vopn og svo vildi hún búa til að það ætti bara að safna öllum hælisleitendum á ákveð svæði Albaníu. Búa til einhver svona hvað maður að segja? Cioè io credo non sia più un problema politico ma sia un problema di capacità, di professionalità. Þetta eiginlega komið á það steg, þetta ekki lengur orðið pólitískt vandamál, það meira orðið vandamál faglega vinnubrögð. Að þetta fólk ekki faglegt.
Því eitthvað verður nú að gera þegar löndin verða að taka sér saman til þess að kljást við flóttamannastraumin. Perché tutti questi paesi devono fare qualcosa per tutti i immigrati, no? I rifugiati. Rifugiati. Sì, ma come vengono spesi i soldi? Questo è il problema. Come vengono utilizzati i soldi? Vandinn í rauninni í hvað fara peningarnir. Og ekki nú Ítalía mikið að mótmæla endilega, jú, hún Meloni hefur kannski svona á ákveðin populískan hátt verið að tala gegn Macron, Frakklandsforseta á svona stríðsrekstri ákveðnum, sko. Ma Meloni ha parlato qualcosa contro di Macron e le sue partecipanti di guerra. Beh, Meloni e Macron non vanno molto d'accordo. Þeir ekki mjög mikið sammála. Nei, maður hefur séð það. Perché la Meloni è molto intelligente. Meloni er mjög gáfuð kona. E quindi tutto quello che fa lo fa per avere consenso politico, per avere voti. Hún alltaf gerir óendalega mikið til þess að verða kosin. Quindi per l'italiano medio il francese è un nemico. Ok, þannig að fyrir meðal Ítalan þá Frakkinn óvinnur. E c'è un video di adesso del G7 che la Meloni dà la mano a Macron e fa una smorfia. Það sem þetta vídeo núna sem allir að horfa það sem hún grettir sig þegar hún að heilsa Macron. Quelli sono voti. Og þá fær hún hún kosin út á þetta. Einmitt, ég sá þetta einmitt. En það kannski eins með hana og með Trump og ýmsa svona ystu hægri, populíska hægrið, að þau tala gegn stríði en í raun beita sér síðan ekkert raunverulega gegn stríði. Allora è qualcosa simile con lei di Trump perché di parla contro la guerra, però ma lei fa qualcosa? No. No. Ma questo è il modello Berlusconi. Berlusconi, lui era barzellette, sai come le storie che fanno ridere. Ah, ja. Cioè lui raccontava al G7, lui racconta le barzellette. Já, e intanto faceva gli interessi suoi. Þetta Berlusconi stíllinn, hann var alltaf bara að segja brandar sjálfan sig og fólk bara dyrkaði hann meir og meir, talaði bara sjálfan sig og sagði brandar og cioè è spettacolo. Hann bjó bara til leikrit. Per quello io non riesco più a parlare di destra e sinistra perché non c'è politica, non c'è. Þess vegna segir hann núna að hann getur ekki lengur séð svo mikið mun á hægri og vinstri að þetta orðin svo mikið leikhús. Yfirborðskendur svona charmi ykkur. Superficiale, un po' charmante tipo. Beh, la storia, lei ha fatto ogni anno il primo ministro fa una conferenza stampa con la stampa, con i giornalisti, è una cosa molto importante. Ok, Meloni fór risastóran blaðamannafund sem svona hverju ári á Ítalíu. E lì è tutto in diretta, no? Sem var í beinni útsendingu. E lei a un certo punto ha detto scusate, devo andare a fare pipì. Og allt í einu bara rík hún upp með stóri og segir, ég þarf að fara á klósetti, ég þarf að pissa. E fa tutta la scena uscire. Og bara gerir svakalegt leikrit úr því. Quelli sono voti. Og hún fær og kosin út á þetta. Já. Hún sé mennsk. Já, einmitt. Allt sett upp bara til þess að, já, þetta ískikilegt eitt að auðvaldið hefur svo djúpa vasa, mikla peninga og það getur fengið alla bestu sálfræðinga í heimi og svo framvegis og leikhús stýrendur og svo framvegis til þess að einmitt hanna svona leikrit. È peccato, è triste che sono così, uno con tanto soldi e potere che può fare tutto questo teatro, può avere tutto. Guarda, adesso in Italia c'è una polemica, c'è una storia dei giornalisti hanno fatto un'inchiesta sui ragazzi di Fratelli d'Italia di Meloni e hanno fatto dei video dove facevano il saluto romano di Mussolini, che in Italia è vietato, e loro ancora non prendono una posizione netta antifascista. Anche lei non prende. Það líka núna mikil umræði gangi að því það bannað að setja upp fasistamerki, þú veist, með höndunum en það svona verið að ýja því að henni þessum fasistamerkjum svona handamútru og hún virðist vera hvorki með henni í móti og það mjög alvarlegt, hún sýnir engin viðbrögð. Cioè ha mandato via 2 del partito, ma in realtà il presidente del Senato ha la statua di Mussolini dentro casa. Hún búin að reka í burtu einhvern úr tvo úr þessum fasistaflokki en samt einn þeirra ennþá með styttu á Mussolini heima hjá sér. Þannig að þetta Það svona verið að normalæsa þetta. Stanno facendo che è qualcosa normale.
Ma secondo me adesso non c'è un regime fascista, cioè sotto Mussolini si moriva. Infatti Radio Radicale è interessante che non ho capito quello che ha detto prima. Che adesso in realtà non stiamo in un regime fascista. Já, raunverulega eðlilega þá engin undir neinni fasískur stjórn eins og staðan núna. Radio Radicale ha gli studi in un posto dove c'è la polizia fascista che torturava gli ebrei, gli omosessuali, i comunisti. Radio Radicale staðsett í dag með stúdíó sem alveg í miðri Róm sem var áður pyntingastöð þar sem að fasistar voru að pína gyðinga og ebrei omosessuali, og samkynhneigða. Tutto quello. Þannig að þetta Invece adesso c'è il Radio Radicale. En í dag þetta útvar þannig að auðvitað alveg svakalega mikið búið að breytast. Pyntingar og fasismin lifir ekki. Quindi è cambiata la situazione. Það algjörlega breytt. La Meloni non è Mussolini. Meloni ekki alveg fasisti. Nei, hún ekki á... Þó það sé verið svona, hún að líta framhjá ymsu og það kannski svona vaxandi bylgja ykkur, en hún beitir sér ekki gegn því. Comunque se lei non è contro il fascismo? Delle volte dice sì, delle volte dice... Cioè, allora la Costituzione, ti ricordi la Costituzione? Já, stjórnarskrá. Ok. Italiana dice l'Italia è una repubblica antifascista. Ok, í ítalsku stjórnarskrá stendur Ítalía antifascist ríki, það á að vera þannig, samkvæmt núverandi stjórnarskrá. Quindi lei ha giurato su quella Costituzione. Og hún hefur svarið eið á þessar stjórnarskrá. Poi ci sono alcuni giovani che la seguono che fanno il saluto romano. Og svo eru mikið á ungu fólki sem eru fylgjendur hennar sem gefa sig út fyrir það að gefa upp þessar fasista mútru handastöðu. E quello in Italia è illegale. Og á Ítalíu þetta ólöglegt. Þetta svona að gerast víða, þessar svona hugmyndir einhvern veginn að koma upp og svo eru kannski valdhafar sem að styðja það ekki beint en gera ekki mikið í því. Qualcosa che succede dappertutto il mondo, che ci sono quelle cose vecchie che stanno uscendo fuori e poi quelli di potere non fanno niente. En segðu mér eitt, hvernig eru vinsældir Meloni núna? Nýtur hún víðtæk stuðnings, er stuðningur hennar búin að falla mikið? Come la sua situazione di Meloni, tipo ha tanti voti? La Meloni ha preso, io adesso non so esattamente le cifre, però lei ha preso tanti voti, ma in Italia non si va a votare. Já, málið að hún mikið kosin og hún mjög vinsæl, en vandamálið með Ítalíu í dag Ítalíu fari ekki að kjósa. Já. Cioè noi stiamo al livello più basso. Þetta bara lægsta kostningaþáttaka sem hægt að finna á Ítalíu. Perché non c'è, io non so chi votare. Hann segir, ég veit ekki hvernig ég á kjósa. Já, það ekki bara, þeir finnst ekki vera valmöguleikar fyrir. Perché non c'è nessuno che ti piace di... Pannella era una persona che prendeva pochi voti ma ha cambiato la società italiana, perché con l'aborto, il divorzio, la legalizzazione, le carceri sono problemi veri. Pannella, þessi sem stofnar þessa útastöðu, Radio Radicale, hann var einn aktivastur af öllum í breytingum á Ítalíu og kemur því gegn að fá fóstureyðingar sem ógerningur í samfélagi sem kaþólskt samfélag og hann læra og þú veist þar sem starfandi páin og svo líka að fólk hafi rétt til að skilja sem ótrúlegt og svo var hann líka og alltaf að berjast gegn lögum og reglum í fangelsum. Radio Radicale fa un lavoro per esempio sulle carceri, 2 volte a settimana c'è il Radio Carcere. Radio Radicale 2 í viku líka með upplýsingar allt sem gerast í fangelsum. Che fa parlare i carcerati. Og tala líka við fanga. Cioè io da lì ho scoperto che c'è un problema di immigrati che arrivano con l'uovo dentro di droga e questi muoiono. Það eru flóttamenn sem koma með kannski eiturlyf í maganum, eru að flytja á milli landa og svo deyja kannski við landamærin á Ítalíu. Ma il problema è anche gli agenti penitenziari, quelli che lavorano dentro al carcere, che sono pochi, sono stressati, hanno altissimo livello di suicidio loro. Chi lavora, Þeir sem að vinna hátíðinni, þeir sem fremja sjálfsmorð eru þeir sem vinna í fangelsum á Ítalíu. Ekki bara þeir sem í fangelsum, af því að það svo
mikill skortur á starfsfólki og auðvitað alveg ofboðslegt stress og álag á þessu fólki sem vinnur í fangelsunum. E questa trasmissione, per esempio, la fa Riccardo Arena, un giornalista, lui la fa da tanti anni, è diventata un'istituzione. È una cosa, cioè dove adesso, perché noi abbiamo iniziato, eravamo pochi, eravamo piccoli, adesso siamo riconosciuti dallo Stato e quindi ci sono i magistrati, i professionisti che intervengono in questa trasmissione. Ok, sem sagt Riccardo Arena sem sem sagt mikilvægur blaðamaður eða fréttamaður sem hefur núna starfað, hann hefur breytt þessari útvarpsstöð frá því að vera svona einhver tilraunastarfsemi yfir í að vera viðurkennd útvarpsstöð, þannig að ríkið hefur viðurkennt stöðina sem fræðandi útvarpsstöð sem að þjónar hagsmunum almúgans. E la cosa geniale di Radio Radicale, noi abbiamo adesso quasi 800.000 registrazioni in archivio che sono consultabili dal sito. Það sem að líka flott við þessa stöði þeir eru með 800 milljónir upptökur frá upphafi, þannig að það hægt að fara að vilja einhver fá upplýsingar og þetta og nemar og þetta orðið allt faglegt á okkur svona faglegu stíði. Quindi tutti i processi. Öll hvað heitir aftur þegar fólk fer í processi quando c'è un... hvað þegar þú ferð með ákærur, allar ákærur di politiche. No, i processi quando c'è un giudice. Já, allar ákærur þegar allt tekið upp, þannig þetta með þetta alveg. Þetta orðið mikilvæg bara svona heimild síðustu áratug og söguna og mikið efni. Importante informazione della storia, un archivio. C'è tutta la storia lì. E la RAI, che è la rete nazionale pagata dallo Stato tantissimo, non ha tutto, cioè loro prendono da noi RAI kemur á þessa stöð til þess að fá upplýsingar. Einmitt. Og þú byrjar þarna fyrir nokkrum áratugum, það ekki rétt? Quando hai cominciato Radio Radicale? Avevo 15 anni, nell'85. 84, 15 ára. Però io la prima volta sono entrato a Radio Radicale, avevo 7 anni, perché mio fratello è stato uno dei primi tecnici lì. Ég var 7 ára þegar kom inn og þá var bróðir minn sem satt yfir tæknimönnunum. E poi mio fratello è diventato l'amministratore delegato, cioè ha creato tanto in quel posto. Og svo verður bróðir minn sem sagt yfirmaður og byrjar að taka þátt í að skapa sem sagt þetta faglega umhverfi. Cioè per me è una famiglia, ci sono cresciuto. Þetta bara eins og fjölskylda sem maður byrjar að vaksa í. Komið upplýtt samfélag hana, æðislegt. Finnst þér á síðustu árum, hefur orðið svona uppvöxtur hjá ykkur? Eru þið þarna að ná fleiri eyrum og þeir að auka efnið og auka gæðin og svona? Come state sulle ultimi anni, era più con qualità? Beh, adesso è diventato, cioè noi abbiamo iniziato, era un mixer così, avevamo il telefono, avevamo i cavi, adesso è tutto digitale, adesso io sto nel smart working. Þetta orðið á bara allt öðru plani, þú veist, fyrst þá voruð þau bara með svona lítið útvarpstæki og eitt lítið mikrofón og nú þetta allt komið, allt orðið tæknilegt og... Perché comunque noi prendiamo un finanziamento dello Stato, ma noi costiamo veramente niente rispetto alla RAI. Cioè i soldi sono utilizzati bene. Sem sagt, allir peningar sem koma inn og það, sem sagt, þetta orðið ríkistyrt í dag, en þessi stöð kostar ekki mikið vegna þess að hver einasta króna sem kemur inn notið það sem þarf að nota það í. E la cosa politica strana che delle volte ci sono dei partiti, diciamo, populisti che ci vogliono far chiudere perché non hanno il coraggio di dire quanto prende la RAI. Noi costiamo poco e ogni anno ci viene rinnovata questa convenzione, noi ogni anno abbiamo un'attesa, no? Þess að þau þurfa að sækja að hverju ári til þess að fá þennan ríkistyrk en þau geta einhvern veginn svona sannfært það, hvað þetta meikar sens, þannig að því að þetta kostar aldrei mikið, þannig að þeir eru kannski, þeir sem eru í vinnu eru að fá 1/5 af launum frá RAI. Þannig að þetta er ódýrt í raun en skilar miklum verðmætum fyrir samfélagið að það er metið sem svo af kannski, svona stofnunum sem eiga að vera hlutlaus og segja, já, þetta er mikilvægur fjölmiðill, mikilvægur upplýsingar. Non è caro, però ha un valore e poi la domanda è, ma ha un valore per la gente, per
Ha un valore? La gente è ignorante, non è che l'italiano è ignorante, non capisce perché, per esempio, noi non abbiamo pubblicità. Ok. È l'unica radio che non ha pubblicità. Ok, sko, Ítalir eru margir illa upplýstir og þessi útastöð er ekki með auglýsingar. Já. Quindi già questo, non avere pubblicità, significa che tu non hai altre entrate, non hai altri soldi. Og það þýðir að það kom ekki peningar inn í gegnum auglýsingar. Cioè la RAI prende tanti soldi dallo Stato e in più prende tanti soldi da pubblicità. RAI fær miklu meiri pening frá ríkinu og líka pening frá auglýsingum. Quindi c'è anche una differenza di stipendio, di quanto, cioè il mio stipendio mi fa vivere bene, ma un tecnico della RAI prende 4 volte, credo. Ef ég væri í þessari vinnu sem ég er radikali, ég væri með 5 sinnum meiri laun á RAI. Og RAI er svona stór sjónvarpsstöð. RAI è grande. Sì. È sovradimensionata. Og svo það hvað maður segja, íkt í öllum stærð, mjög stórt. Ég veit ekki hvernig Smá sambarlegt við okkur hérna á samstöðinu að við fáum enga styrki frá ríkinu ennþá, en hins vegar eru stóru fjölmiðlarnir sem eru einkareknir, þeir fá mikið af peningum og ritstjórar þeirra eru oft menn sem eru komnir beint frá íhaldsmönnum og eru bara í sérhagsmunagæslu. Possiamo vedere qua in Islanda che tutti, tipo qua non c'è un stipendio forte per il radio nazionale, ha un stipendio. Poi... Certo. Però la cosa interessante è che Radio Radicale, insieme a Radio Maria, che è la radio del Vaticano, si sente in tutta Italia, la RAI no. Ok, það sem áhugavert það að þegar þetta var alltaf byrjað þá til eitthvað sem heitir Radio Maria sem útvarpsstöð Vatikansins. Og þeir svona ná svona nefum saman, eða svona þeir sem eru yfir og þeir, Radio Maria skorar á Radio Radicale að gera alls þannig að þeir útvarpa upplýsingum alla Ítalíu, á meðan að RAI er ekki með vörpun eða útvarp alla Ítalíu. Perché comunque Pannella, che era un genio, insieme a Paolo Vigevano, loro hanno cominciato a comprare i pezzi di terra dove hanno messo le antenne negli anni 70. Þarna á 8. áratugnum þá það þessi Pannella, hann fær að heyra hvernig Radio Maria gerir sem útvarpsstöð Vatikansins og þá komast því þeir kaupa landsvæði út alla Ítalíu og setja loftnet til þess að varpa út öllum upplýsingum. Einmitt. Það er eitt í Bandaríkjunum og í Evrópu að þá er róttaka vinstri ekki alveg búið að ná vopnum sínum á síðustu áratugum, hefur verið svolítið splundrað. Það var margar ástæður fyrir því, fyrir mikið alveg út í það, en það er eitt sem maður hefur séð í Bandaríkjunum og í Evrópu að það eru róttakari fjölmiðlar sem eru að ná að rísa upp og viðhorf yngra fólksins til dæmis kapitalisma og sósíalisma sem er náttúrulega svona fundamental að það er að breytast. Si vede nell'ultimo anno in America e in Europa che adesso finalmente i giovani possono avere informazione più radicale che non era più libera. Sì. Però ce l'hanno attraverso i social. Já, það er náttúrulega út af því að við erum líka með aðra miðla. Cioè in macchina è importante la radio. Cioè l'italiano sta molto in macchina, cioè nel senso Ítalir eru svo mikið í bílunum sínum. Þannig að útvarpið er svo mikilvægt allavega ennþá. Þeir eru lengi umferð. Finnst þér að meðvitund sé svona aukast að svona vinstri sósíalisma stefna verkalýðs barátta, raunveruleg róttæk stéttabarátta, hún sé svona hægt og rólega að taka sig í hausum fleiri Ítala. Tu come ti senti in Italia che gli italiani stanno pensando più? Che no. No, ma stiamo in un'era che così, cioè stiamo, in India si chiama Kali Yuga. Á Indland tala að við erum á svona öld sem svolítið myrkur, fólk virðist ekki. Cioè l'era del ferro, l'era della guerra, però incomincia a esserci anche il momento della verità. Adesso è difficile fare le cose nascoste. Við erum sem sagt á þessum tímum þar sem að skiptir samt máli að sannleikurinn koma upp á yfirborðið. Það er ekki hægt að allt sé svona mikið í felum. Cioè, questa è una cosa che è successa ieri a Roma, che una dirigente di una grande azienda ha preso un taxi e gli ha chiesto una ricevuta e gli ha chiesto di mettere più soldi sulla ricevuta, però il tassista aveva una telecamera
e lei sta licenziata. Lei era che cosa? Lei era una grande dirigente di una grande azienda. Já, til dæmis það sem gerast eins og gerist í gær í Róm og þá sem sagt mannskja sem yfirmaður og mjög vel stæði í frægu fyrirtæki að fara í leigubíl Cioè doveva pagare 10 e ha chiesto di mettere di scrivere 20. Og það að borga leigubílinn en biður herðu, getur sett hans meira inn á kvittunum svo lítið út fyrir að borga meira og það sem leigubílstjórinn gerir, hann tekur bara vídeo þessu og varpar þessu út á E lei sta licenziata. og hún verður svo rekin þannig að jú, auðvitað einhver opnun fyrir það að opna fyrir óréttlæti með mismunandi leiðum. Það auðveldara að koma skilabóðum út, að koma sannleikanum út. È più facile di tirare fuori la verità. Assolutamente. Cioè, infatti adesso la cosa importante è di essere nella verità, perché sennò prima o poi vieni, a Roma si dice sgamato, vieni scoperto. Það sagt að núna samt meira mikilvægt að vera í sannleikunum að því að eins og sagt í fornu Róm að sannleikurinn mun koma upp á yfirborðið. Það kemur að því. Og næsta skrifi eftir það kannski að skipuleggja og mynda eitthvað svona samheldni sem næra að beita sér fyrir hagsmunum fólksins. Qual è il prossimo passo di organizzare qual tipo di squadra per tutta la gente? Come si fa quando ha tirato fuori la verità? E poi? Io posso parlare per me. Cioè sicuramente non c'è più l'organizzazione di una volta di piazza, cioè non è possibile. Allavega eitt sem alveg víst að það mun ekki vera eins og það var, þú veist, það var háskólanemar að í uppreisn út á torgi, það mun örugglega aldrei vera þannig. E quindi, cioè non dico non c'è speranza, però bisogna comunque lavorare nel piccolo, no? Per essere un esempio. En hann var að segja á hann tala bara fyrir sig, sem sagt hann skoðun að hver og þetta verður að vera bara litlir hópar og vinna vel. Við stígum aldrei aftur í sömu á, við stígum aldrei í sömu á tvisvar. Non entriamo nello stesso fiume. Cioè? Tipo la stessa fiume non lo entri sempre nello stesso posto, dobbiamo entrare in qualcosa nuovo. Assolutamente. Assolutamente. Talandi það að þegar það var raunverulegur fasismi á Ítalíu með Mussolini að fyrir þann tíma þá var ítalskur sósíalismi mjög sterkur, þú varst með stór verkalýðsfélög, þú varst með stór samvinnufélög sem hefðu tekið land af stór landeigendunum og það var svolítið kramið undir Mussolini. Getur þú sagt okkur aðeins frá því og hvernig það svona markar ítalskt samfélag? Potresti raccontare un po' a breve come prima era tanto socialismo in Italia, tipo erano molto forte, poi certo viene Mussolini va tipo sopra, ma si può ancora sentire un po' di questo nella... Di Mussolini? No, prima della socialista e poi era Mussolini, si può sentire qualcosa ancora oggi in Italia? No, il problema è che oggi non ci sono politici. Non ci sono politici professionisti, cioè prima c'era Almirante, allora io per Mussolini sono molto giovane perché non ero nato, però io mi ricordo che quando ero piccolo c'era Giorgio Almirante che era un fascista, Enrico Berlinguer che era un comunista ed erano comunque professionisti. Þú veist, hann segir bara, þú veist, mann bara þegar hann var lítill að það allavega hægt að segja að það voru fagleg vinnubrögð. Þú veist, ef þú varst fasisti, þá varstu faglegur fasisti. Þú veist, kommunist, þá varstu fagleg. Chi era fascista e chi era comunista. Þú kannst vita bara okkar, ef þú stendur fyrir að vera fasist, þá varstu faglegur í því og ef þú ert kommunisti, verð þá faglegur kommunisti. En það sem hann var að segja að vandamáli í dag, að þetta orðið bara einhver skrípaleikur. Poi la Chiesa Cattolica attraverso il partito della Democrazia Cristiana, che è stato il partito che ha governato 40 anni in Italia, era molto molto condizionato dal Vaticano. Democrazia kristjana. Kristnir demokratar sem voru náttúrulega bara mjög mikið með Vatikaninu, þannig að það er svona eimir af þessu, en maður var að segja, þú veist, það er ekki eins faglegt. E lì c'era un partito socialista, cioè anche lì erano professionisti, poi hanno cominciato un po' a rubare di corruzione. Já. En það sem hefur gerst, þeir voru líka faglegri en svo hefur komið ljós að þeir eru farnir að stela mjög mikið af almúanum. E poi arriva Berlusconi. Og svo kom Berlusconi. E lì è finito. Og þá bara búið með þetta faglega. Það er verið að retta sér einhvern veginn og hagnast sjálfum sér. E da lì ognuno pensa a sé. Sì, cioè la cosa strana era che la corruzione prima comunque le cose si facevano.
Cioè, se tu dovevi fare la metropolitana c'era la corruzione, però la metropolitana si faceva. Da Berlusconi in poi c'è solo corruzione. Sem sagt, áður fyrir þá, ef það þurfti að gera eitthvað, þurfti að búi til sem sagt, neðanjarðarlestir eða eitthvað kerfi, það var þó gert, en spillingi var þó þegar til staðar, en það var samt verið að sinna þeim skildum sem átt að sinna. Eftir Berlusconi er bara spilling og ekkert annað. Og þetta er bara komið á þann punkt að fólk bara hefur valla von og treystir ekki mikið á neitt í stjórnmálunum o mætir alla á kjörstað. E adesso c'è tipo che nessuno ha speranza, nessuno vuole votare nessuno? No, perché non si sa chi sono. Já, af því það vill enginn kjósa, þau veit ekki hver þau eru. Cioè, delle posizioni delle volte della sinistra è molto più a destra della destra, delle volte la posizione della destra è più a sinistra della destra. Einhver sýnir sig til hægri og svo virðist hann verið til vinstri og fólk veit ekkert hver er hvað. Cioè, io credo che Marco Pannella insieme a Radio Radicale sia stata l'unica che è rimasta sempre leale rispetto agli ideali, cioè di conoscere per deliberare. Marco Pannella sem stofnaði þessa útvarpsstöð, hann var svona eitt sá síðasti sem var algjörlega stóð með því sem hann sínum hugmyndum og var alltaf á þessu bara fræðum til þess að frelsa. Þannig að hann var svona síðasti geirfuglinn í þessu. E tanto è vero che il Partito Radicale non è in Parlamento perché i partiti non vogliono che si vada in Parlamento perché comunque sono molto pratici loro, cioè c'è un problema di carcere, c'è un problema di... Og alþingið vildi aldrei fá hann inn, fólk sem sagt líkaði við hann, en það vildi enginn fá hann inn, þannig að hann var bara of erfiður. Ok, já, þetta er ákveðið sem sjáum á fleiri stöðum þar sem að stjórnmálamenn segja bara eitthvað fyrir kosningar en eru svo að gera eitthvað allt annað og það er þetta svona algjöra prinsippleysi sem við sjáum. È qualcosa che si vede un po' dappertutto che i politici dicono una così e poi dicono qualcosa la settimana prima. Però la cosa bella di Radio Radicale è noi registriamo tutto. Það sem áhugavert með Radio Radicale að við tökum þetta allt upp. Já, skjálfestum þetta á alltaf hlutum til haga og... Però è strano che poi la popolazione invece di sentire Radio Radicale sente il telegiornale della RAI. Já, en svo það bara þannig að megin þorri af almenningi vill samt frekar hlusta á RAI heldur en Radio Radicale. C'è un po' come George Orwell con 1984, no? George Orwell, il televisore che entra dentro le case e ti dà l'informazione. Í þessum framtíðar bókmyndum George Orwell segir bara að fólk vill í rauninni bara ekki hugsa og bara verða matað. Og þurfum að veita því viðnám einhvern veginn og ég kannski held eða eins og líka margir sósíalistar hafa haldið fram fræðafólk í sósíaliskum áttum að þegar að kreppan byrjar að koma, þegar að fátækt eykst og alvaran eykst að þá kannski hættir fólk eða missir þolinmæðina fyrir þessu og fer að beita sér raunverulega. Quando senti veramente che non hai abbastanza soldi quando c'è la porta, magari lì esce fuori qualche forza di socialismo? Il capitalismo vince perché quando non c'è soldi fai debiti. Já, en kapitalismin vinnur vegna þess að þegar þú átt ekki penning þá ferðu bara að fæða lán. Já, það eru ýmsar leiðir sem þau hafa til að halda okkur. Io credo che una soluzione per me, io sono 27 anni e non ho la televisione. Hann segir það sem ég persónulega gert sem bara fyrir mig, ég 27 ár sem ég ekki verið sjónvarp. Loka á þetta. Eins og hann, hvað hétt hann nú aftur, Frank Zappa, bandaríski rockarinn sem vill bara, við hefum að sturta niður klósettinu og loka alveg á það. Nei, sturta sjónvarpinu niður klósettinu, loka alveg á það þegar bara verið að flytja áraður. Já, dobbiamo chiudere il televisore, non lo guardiamo. No, cioè lo posso fare io, lo puoi fare tu, lo può fare lei, lo possono fare loro, ma la persona che lavora 8 ore in ufficio, torna a casa e fa la stessa vita tutti i giorni, la televisione è una via di fuga. È il sistema che non funziona. Þetta eitthvað sem við getum gert, þú getur gert og við, en einhver sem að vinna kannski frá 8-4 og kemur heim lurkulega með þreyttur rútinu, þá þetta ákveðin hvíld. Cioè non possiamo giudicare, io non posso giudicare chi fa una vita, io faccio una vita bella. Ég get ekki dæmt einhvern sem að kveikir á einfaldri sjónvarpsstöð eftir langan vinnudag. Einmitt. Og oft þessi fjölmiðlun hönnuð til þess að láta okkur líða vel og bara letta stemninguna og svona. E credo un po' per farti stare bene, per coccolarti un po'. Certo, è la comfort zone, no?
E la comfort zone non ti fa crescere perché tu stai nella tua comfort zone, poi vai in pensione e poi muori. Þá ertu bara í þæginda hringnum og svo ferðu inn á eftirlaun og þá ertu ekkert búin að pæla meira í þessu. En við þurfum að gera eitthvað eins og Radio Radicale og samstöðin og ýmislegt annað að byggja einhvers konar svona valdastólpa eða stofnanir sem eru að þjónusta einhverju hlutverki í hag alþýðunnar út frá öðru sjónarhóli, ekki út frá sjónarhóli auðvaldsins, heldur út frá sjónarhóli venjulegs fólks og hvað var það þeirra hagsmuni. Og þú hefur svolítið trú á því að svona minni hópar, við getum gert eitthvað hvert og einn. Noi dobbiamo assolutamente fare comunque qualcosa per informare tutti il popolo in medio, ma tu credi che è meglio se siamo così pochi e lo facciamo in gruppi pochi, piccoli? Ma Pannella non si è mai fermato rispetto a quanta gente aveva. Pannella var ekkert að hugsa hvað voru margir með honum í liði. Það stoppaði hann ekkert. Hann var bara með skýra hugsjón og hugmynd. Lui aveva sempre ero determinata delle sue idee. Lui per esempio il divorzio e l'aborto in un paese cattolico, lui ha trovato, perché poi l'italiano, ma come penso tutti quanti, pensano ai propri interessi, e quindi il divorzio e l'aborto era un qualcosa che interessava al popolo. Il problema oggi è per esempio l'aborto in Italia, la legge 194 viene ogni tanto minacciata. Ok. Sem sagt, sko, hann náttúrulega vissi það að hver og einn myndi, það sem sagt voru þjóðakostningar þetta með sem sagt, fóstureyðingar og hvort fólk mætti skilja, en það sem eðli mannskepnun að hver og einn hugsar auðvitað sjálfan sig og þetta voru hagsmunir almúans á þeim tíma og hann einhvern veginn náði að koma þessu gegn. Þannig að það var bara sama hvað, honum var alveg sama hvað væri margir með sér í liði. Hann trúði á það sem hann var að gera. Cioè dobbiamo vigilare che questi diritti restino così. Og það sem mikilvægt þeir sem koma eftir að þeir viðhalda þessum lögum sem það oft verið að setja spurningamerki við fóstureyðingar enn þann dag á Ítalíu. Þú hvort það að taka þetta tilbaka. Cioè in Italia ci sono delle associazioni contro l'aborto. Þannig að það eru heilu fylkingarnar sem á móti fóstureyðingum á Ítalíu. Che vanno nei consultori dove ci sono le donne che vanno a parlare con le donne e gli fanno venire sensi di colpa. Og sem að vinna á svona þar sem gefin þjónusta sem konur virkilega að íhuga hvort það eiga að fara í fóstureyðingu eða ekki. O addirittura dicono che li pagano, cioè ti do 100 euro se non aborti. Però la cosa importante è denunciare queste cose. Þannig að það sem mjög mikilvægt það að eyða ekki eða eyðileggja ekki þessa gríðarlegu vinnu að hafa barist fyrir að þetta sé leyft. E si denuncia, i radicali hanno sempre utilizzato la non violenza. Sem sagt þeir að berjast fyrir því að það sé sem sagt ofbeldislaust, það sé ekki ofbeldi. Come il digiuno, il non mangiare, il non bere. Og tipo il digiuno. Ok. La loro lotta è che mettono la propria vita, dice io muoio per questa cosa. Já, sem sagt þeir reyndar hafa líka þessi hópur með þessum manni hafa verið að berjast sem sagt fastað og verið að berjast fyrir allskins málum, líka fyrir svengd og vekja athygli á fátækum. E questo è un modo non violento per far sapere alla gente quello che succede. Og þeir og Pannella hafa sem sagt oft farið út á götu fastað til þess að vekja athygli á einhverju sem að fara úrskeiðis. Ekki með ofbeldi. Cioè è un'azione politica questa. Sem sem sagt mjög pólitísk hegðun eða pólitískur ásetningur. Náðu að hafa mikil áhrif á svona lykilmálum þó þeir verið kannski ekki með þingsæti eða avuto un successo? Tante volte. Ja, mjög oft. Tante volte. Adesso c'è una Rita Bernardini che è una radicale storica e c'è una legge in Parlamento per depenalizzare per togliere per depenalizzare le pene piccole, perché il problema delle galere, delle carceri italiane, ci sono tante persone, tanti immigrati dentro che magari avevano 5 grammi di marijuana e stanno in galera. Já, þeir sem sagt núna að skoða inn á Alþingi og mjög mikið að berjast fyrir því að minnka að breyta sem sagt hvernig verið að refsa, vegna þess að kannski einhver með einhver 3 gram af marijuana og fer í eða eitthvað annað sem sagt piccoli reati.
pingu lítið, að vera að breyta stigunum á dómunum. Lei ha fatto uno skemmta. Já, ekki bara það, kannski ekki endilega bara, þetta var bara dæmi, að glæpurinn ekki á stórum skala, verið að... E lei ha fatto lo sciopero della fame e così i giornali parlano di questa cosa. Og það eitt blaðamaður sem tengist sem að, vildi vekja athygli á þessu að það ekki gerður stigsmunur á glæpum og hún fer út og hennar mótmæli það að borða ekki og sýnir þetta út á götu, þannig að þetta svona þessi pólitíski ásætningur. Einmitt. Það eitt svona að lokum, ég veit ekki hvort þú varst að meina það þannig, hvort það við tengst í þýðingunni að það talað oft og kannski aðalega það svona hægri öflin sem segja við sem sjálfselsk öll og við hugsum bara fyrst og fremst okkar eigin hagsmuni. En í rauninni mannfræðin og svona sálfræðin að sýna fram á það mjög, mjög sterk mannleg tilhneiging að hugsa hvort annað og hugsa nær samfélagið, fjölskylduna og samfélagið. Og ítalska samvinnuhreyfingin, hún kannski sem var, hún kannski vísir að svona einhverju nýju fyrirkomulagi sem við getum sett upp, unnið okkur að sósíalisma. Hvað ítalska sósíal? Já, cooperative movement. Movimento cooperativo sociale che era proprio un modello che tutti vogliono, e l'ho detto all'inizio che tutti a destra magari pensano solo a se stesso, però c'è questo modello dove pensi alla società, pensi alla famiglia, viene originalmente... Og þá kannski aðalega hugsa samvinnuhreyfinguna sem hún var svo stór fyrir Mussolini og var svona vaxandi alveg. È un modello che dà ispirazione a quella che era... La patria? Já. In Italia no, in Sardegna sì. Sì, però c'era, það þessi feðraveldis samheldni in Sardegna? Cioè in Sardegna c'è almeno per quello che io ho visto, c'è proprio il modello di comunità e di famiglia. E a Roma siamo 6 milioni di abitanti, cioè non conosciamo... Í Róm þetta alveg horfið, en á Sardegnu þá þetta sterkt. Og tengir það við feðraveldið? Lo dici di patria, è collegato alla patria, no? È collegato al fatto che comunque diciamo l'italiano medio sente l'Italia quando guarda il football. Meðalítilinn finnur þessa tilfinningu þegar hann horfir á fótbolta. Però quando sei in macchina litighi, uccidi, þegar þú ert í bílnum þú ert að garga og öskra og rífast. Quindi diciamo non c'è una coesione sociale, cosa che io vedo qua in Islanda, cioè nel senso qui in Islanda si pensa al cittadino perché paga le tasse, in Italia non si pagano le tasse e quindi non si pensa al cittadino. Það búið að detta niður því að eins og hann skynjar meira samheldni hér að því hér borgar skatta en á Ítalíu borgar ekki skatta en það búið að detta út. Það búið að grafa svolítið undan þessu einhvern veginn, það búið að fjara svolítið út. Cioè per esempio la sanità, esiste la sanità nazionale di Stato, esiste la sanità privata. La sanità privata funziona perché prende soldi dallo Stato. La sanità statale no. Engareknir spítalar sem fá þó samt ríkisstyrk þeir virka en þeir virka ekki þessir sem eru eiga að vera ríkisspítalar. Stefano og Estrid, takk hérlega fyrir komuna, þetta var mjög áhugaverð spjall. Ég óska ykkur á Radio Radikal allsins besta við frá samstöðinni sendum kveðjur og lifi sósíalisminn. Ok, grazie.